Komiði sæl. Greiðsluskylda í VIRK starfsendurhæfingarsjóð var lögfest nú 1. september síðastliðinn, sem þýðir að allir launagreiðendur þurfa að greiða 0,13% mótframlag í starfsendurhæfingarsjóðinn óháð stéttarfélagsaðild launþega. Er að ræða breytingu á lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og þetta þurfum við að yfirfara í launakerfin okkar. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við förum að því. Og það sem þarf að gera, það er að yfirfara þá alla greiðslutegundir sem við erum nú þegar með skráð hjá okkur í kerfinu og fullvissa okkur að 0,13% gjaldi sé þar til staðar og síðan að yfirfara alla launþega sem eru ekki í stéttarfélagi og setja sér greiðslutegund á launaseðilinn hjá þeim sem tekur á þessu gjaldi. Það sem best er að gera er að byrja á að stofna VIRK starfsendurhæfingarsjóð sem stéttarfélag í launakerfinu með því að fara hér í stofnupplýsingar, velja stofnskrár og stéttarfélög og stofna okkur VIRK endurhæfingarsjóð hér með ný færsla og ágætt er að hafa sjóðinn númer 9999 ef það er laust hjá ykkur, þar sem VIRK starfsendurhæfingarsjóðurinn er ekki með eitthvað ákveðið númer eins og er. Og þar stofnum við félagið með öllum forsendum sem við getum fengið uppgefið inn á virk.is heimasíðu VIRK. Þegar þessu lokið, þá skulum við fara hér inn í launakerfi, í uppsetningu, greiðslutegundir og inn á stéttarfélög og yfirfara þau félög sem við erum nú þegar með og fullvissa okkur að þetta gjald, starfsendurhæfingarsjóðsgjaldið 0,13% sé hér reiknað með inn í stéttarfélags greiðslutegundinni. Og það sjáum við hérna, þannig að við förum bara í næstu færslu og yfirförum öll okkar félög hér. Þegar því er lokið, þá þurfum við að stofna greiðslutegund sem tekur eingöngu á starfsendurhæfingarsjóðsprósentuna fyrir þá launþega sem eru ekki aðilar að stéttarfélagi. Og það gerum við eins með því að gera annaðhvort ný færsla og skráum alla forsendur inn eða veljum hér undir aðgerðið að afrita eldri greiðslutegund í nýja en þurfum síðan að fara inn á þá greiðslutegund og yfirfara þær forsendur og endurskýra. En með því að afrita, þá afritum við og fáum alla flokkan okkar hérna inn til að spara okkur skráningu. En hérna er ágætt að skýra greiðslutegundina bara VIRK starfsendurhæfingarsjóð og við vísum hér í stéttarfélag. Taxti og afreikningsprósenta er bara 0 í þessu tilfelli, þannig að við ætlum bara eingöngu að taka á endurhæfingarsjóðsgjald prósentuhlutfallinu. Við höfum hér við að þetta sé greiðslutegund sem prósentuliður og allir okkar launaflokkar eru hér, þar sem á að greiða af öllum launum. Síðan förum við hér í stéttarfélagsflipan og hengjum hérna þá sjóðinn sem við stofnuðum áðan, 9999 sem VIRK starfsendurhæfingarsjóð eða leitum hérna eftir heiti og veljum hann og skráum þá eingöngu 0,13% gjaldið hér í endurhæfingarsjóðsprósentu kassan. Þið sjáu hér stjörnunar hér fyrir aftan sem vísar hér í neðanmálsgrein að þetta gjald sé innheimt af lífeyrissjóði launþega. Þegar þessu er lokið, þá yfirförum við alla launaseðla hjá okkur í launakerfinu og fullvissum okkur að þetta gjald sé á öllum launþegum. Hér er launþegi að greiða í kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga og við vorum búin að yfirfara öll félög. Þannig að þetta gjald er innifalið hér á þessum launþega. Síðan förum við í næstu færslu
Og hér launþegi eingöngu að greiða í lífeyrissjóð, ekki félagsaðili að stéttarfélagi, og þá þurfa að fara hér í ný færsla og setja inn virk starfsendurhæfingarsjóðinn hér til að við séum að skila 0,13% gjaldinu fyrir þennan launþega þó hann sé ekki í stéttarfélagi. Og svo koll á kolli, þannig að við yfirförum alla okkar launþega og fullvissum okkur að þetta gjald sé á þeim launþega þar sem það þarf að skila á öllum. Tók þjónustudeildin ávallt reiðubúin til að aðstoða ykkur ef þörf á, og endilega hringið í okkur ef einhverjar spurningar, og við vonum að þetta myndbönd hjálpi ykkur við skráningu á þessum lið. Takk fyrir.